blessaður. Já, takk fyrir að bjóða mér. Langt síðan síðast? Já, ég átta mig ekki á því hvað er langt síðan en tíminn líður bara sífellt hraðar og við erum bara á ferði í þessari rútu, við veitum ekki alveg hvert hún er að fara. Sko ég gerir mér nú far það að vera ekki að velta mér of mikið upp úr því sem neikvætt í heiminum og því sem þú veist, eins og ég bara, mér finnst alltaf eðli fréttamiðla og stundum eðli stjórnmála að vera ít undir ótta og þú veist, og ef maður að velta sér upp úr þessu allan daginn, að þá endar það kannski bara að hafa slæm áhrif á mann. Já. En svo koma svona einmitt moment þar sem maður hugsar, ég verði einhvern tímann að standa fyrir eitthvað. Já. Ég verði einhvern tímann að pikka einhvern fæt. Þannig að mér langaði svolítið til að tala við sko bæði nýju sóttvarnalögin. Já. Og líka, þú veist, þetta með einmitt bara hjarðhegðun og þetta standa alltaf hjá þegar þú jafnvel sérð að það er eitthvað rangt að gerast af ótta við að falli ekki inn í meginströmmin, sko. Hvar finnst þér við stödd þar miðað við það sem við vorum? Er þetta bara alltaf eins? Er mannlegt eðli bara alltaf jafn skrítið? Já, ég held að, sko, niðurstaða mín er svo að mannlegt eðli er yfirleitt bara það sama og ég satt við hliðin á ágætum ráðherra í núverandi ríkisstjórn í flugvél núna fyrir stuttu síðan og hann hefur nú gefið þessu út fyrir að vera vinstri maður en hann segir við mig svona þegar við erum svona það bil að fara að lenda og segir hann, veistu það, ég eiginlega komin að þeirri niðurstöðu svona komin vel yfir miðan aldur að það breytist kannski bara ekki neitt. Maðurinn breytist í neitt, þá sagði ég, heyrðu, þú heyrir hvernig þú ert farin að tala kallinn, þú ert farin að tala eins og íhaldsmaður og ég held að það sé svona ef maður skoðar bara til þess píslasöguna sem er náttúrulega ótrúlega svona sterk ámenning til okkar allra það hvernig í raun og veru múrinn var tilbúin að ráðast gegn þessu manni sem að var komin í þá stöðu að hann var farin að ögra valdinu og þá koma æðstu prestarnir, valdamenn Rómverja, konungurinn á svæðinu og allir sem að vettlingi gátu valdið til þessi reyna að taka niður og við sjáum þetta bara líka í sveitinni sko, hvernig hænurnar reyna að gogga í þá hænu sem að allar að fara ótróðna slóðir og á Norðurlöndum talað þetta sem heitir jentelófen held ég. Jú. Að enginn skal ímynda sér að hann geti svona greint sig frá hópnum og farað að hegða sér öðruvísi heldur en allir hinnir og ég held að það megi til sanns við að færa að það viðmót sé mjög eflaust sterkt á Norðurlöndum en hér á Íslandi er þetta í tíundaveldi og það veldur ástæðan að hluta til þetta örlitla samfélag sem við erum í, þetta borgarsamfélag sem við í rauninni búum í. Ísland er borgríki, það sem 80% býr á þessu suðvesturhorni og síðan innan þessa svæðis eru síðan önnur svona síló eða mengi þar sem að það er gríðarleg svona það er gríðarlegur jafningjaþrýstingur eða það sem á ensku kallað peer pressure. Þannig að ég hef verið að hugsa þetta dálítið svona síðustu árin og eitt af því sem að mér fannst ótrúlega skrítið og ég get alveg deilt með þeim sem að hlusta að þegar ég var búinn að vera í rauninni við getum sagt svona framapotsvagni og ég var komin í það að vera dómari þá fannst mér rosalega sérstakt þegar að fleiri en einn og fleiri en tveir og fleiri en þrír kollega mínir fóru að reyna að segja mér hvernig ég ætti að vera. Þú átt að tala svona, þú átt að hafa þessar skoðanir og eitthvað svona og ég hugsaði með mér, er þetta leikur sem að ég er tilbúin að spila áfram? Ég hef einhverja mánuði á jörðinni og langar mig til að vera að leika hlutverk þar sem aðrir að semja reglurnar. Er ég tilbúin til þess að í rauninni afsala mér í rauninni
aftengja mig sannfæringu minni, en þá var þetta COVID-brjálaði, ég kalli þetta COVID, einhvers konar hjarðsturlun sem var byrjuð og ég var farin að svona horfa á samfélagið svolítið með nýjum glerugum. Og ég hugsaði með mér, býtu, ætla ég að vera í þeirri stöðu að vera alltaf svona bara þögull, aftengja mig því sem að mér sjálfur finnst rétt og satt, ætla ég að þjóna sjálfur mér, eða er einhver annar sko möguleiki til að lifa þessu lífi. Og bara núna fyrir stuttu síðan, þá var frétt á D.V.A.F. Ég fer nú sjaldnar inn á D.V.A.F. En það kemur fyrir og það kemur líka fyrir að það er eitthvað svona áhugavert þarna og þarna síðast í fórnin þá var frétt kennara sem er hættur að vinna, virtist mér, sem að rifja upp það að hann hefði gengið inn á samkennara sinn sem að hafði verið var landsfrægur kennari, ég veit ekki hvort það má nafngreina hennar mann. Jú, ég held að það var hann ekki kallaður Skeggi, ég held að við mann það rétt. Hann hét Skeggi og það hefur verið talað hann svona í seinni tíð sem einhvers konar bara hreint og beint barnanýðing. Og þessi kennari sem hafði verið að vinna þá með Skeggja, hann hafði sem ungur kennari orðið vitni að einhverju svona óeðlilegri framkomu Skeggja við börnin. Og hann hafði ráðfært sig við annan samkennara sinn og sá hafði sagt, þú skalt ekki vera að rugga þessum bát vegna þess að það geti haft neikvæð áhrif á þinn starfsferil. Og eins og við vorum að tala áðan og þú orðaði svo vel áður en að við byrjum að tala saman sko, að sálin, hún er alltaf á bakvið tjöldin í okkar eigin líf og hún bankar og hún var búin að banka á svona vegg samviskunar hjá þessum kennara þá í áratugi, þá hún til að tjá sig núna og segir þetta hefur nagað mig áratugi að hafa ekki í rauninni ávarpað þetta og krafist þess að þetta er skoðað. En hann hefur áhyggjur af því að einhver börn hafi orðið hreinlega fyrir skaða út af meðvirkni hans. Út af því að hann þorði ekki sjálfur að taka sér þessa stöðu sem að við vorum að tala um. Það sem að hann stendur með sinni eigin sannfæringu. Og þetta er rosalega erfitt, ég meina, því að þú varst að tala og við vorum að tala mannkynssöguna, að þeir sem að í rauninni fara þá vegferð að standa með sannfæringu sinni, þeir eru ekki alltaf vinsælir, sérstaklega ekki með all samtíma manna sinna. Þeir verða oft svona, þeir fá oft sko uppreist æru kannski á síðari stigum, jafnvel eftir bara dánardaginn. Þá segir fólk, já, hún var að segja alveg rétt sko, eða hann hafði lög að mæla þarna, en þessi hóphegðun sem er svona áberandi á Íslandi, hún umber í rauninni og að lítið svigrúm gagnvart andmælum, gagnrýni, efasemdum og spurningum. Einmitt. Þú ert að ná mjög vel utan þetta að mínum mati, sko. Mér finnst þetta að þetta er að tala með í raun og veru, þú veist, Jesú Krist og allt þetta, þú veist, mér finnst næstum því, en það er kannski að því við erum svolítið svipa innstiltir með þetta með að, þú veist, að ef þú ert bara online, og þú ert vakandi, þá ertu einstaklingur. Já. Og ég er svona einhvern veginn að koma aðeins til mín þegar þú veist að tala dánu, það er svona, þú veist, þegar hjarðhegðun er svona mikil, er þetta þá bara þannig að, þú veist, sálin þín er einhvern veginn það slögt á henni, að hún bara verður að verða hluta einhverjum hóp og þú ert ekki lengur í raun og veru með, þú veist, að ég held að allavega ég svo ég tala fyrir mig, það er eitthvað innra með mann einhver eldur sem er svona, það er eitthvað rétt eða rangt og ég get ekki bara þegar og margt af því versta gerist þegar að hjörðin fer að stað eitthvað, hvort sem þú horfir í gegnum mannkynssöguna eða bara núna nýlega. Það er áhugavert, skilur, að það eru akkurat núna í dag, það er 7. maí, það er gær, það voru akkurat 5 ár síðan að allt hrundi hjá mér. Og ég var einmitt að hugsa, sko, hvort ég ætti að fara eitthvað staðar í eitthvað, stórt viðtalið að skrifa bara, þú veist, að því nú maður búin að melda þetta svo vel. Og þú veist, og alveg óháð mínum þætti eða eitthvað sem ég geti gert öðruvísi, þá varð ég fyrir valtara samfélagssturlunar. Þetta er ekkert öðruvísi.
Nei. og COVID var mjög svipað. Já. Það var samfélagssturlun. Þú Já. veist, maður hugsar þetta núna sem bara að vera ferðumst innan hús og þú veist, hlýðum víði og þú veist, ef þú vildi vera bara, hérna, ok, bara fyrsta sem kveiknar í hausnum á mér, ok, þetta eru sprautur í boði ríkisins sem koma frá lyfjafyrirtækjum sem eru með hrottalega sögu og standa í raun og veru fyrir það versta í græðgi samtímans og það var bara svo margt, þú veist, allt í henni mitt, þú veist, nú mér vel við Kára Stefánsson, en allt í henni var, þú veist, eitthvað risastórt einkafyrirtæki, vildi allt í henni vera rosalega gott við okkur og fara að gefa okkur eitthvað gjafir og maður svona, ætlaði ekkert að spurja neitt með spurninga, þetta bara svona, eigum við bara svona samþykja þetta því þetta þetta góða ríkir sem þetta, og mér finnst þessi heimsmynd vera svo biluð, en svo sé ég núna, við kannski, þú veist, þú mátt alveg hérna kommenta á þetta sem ég að segja áður við förum endilega inn í sóttvarnalögin, en ég talandi það, þar segi ég bara, hér ég til í að pikka fætt. Þú veist, ég er seinþreyttur til vandræða. En þegar ég horfa á þessi nýju sóttvarnalög og ég horfa á þessa 30, þú veist, ég veist að það eru 30 eitthvað þingmenn búin að skrifa undir það. Einhverjir sátu hjá og þeir sem voru á móti voru eitthvað 5. Og einhverjir hafa þá væntanlega ekki verið mættir í þingsal, sko. Í þessum lögum er búið að breyta orðunum bólusetningu yfir í ónæmisörvun. Sem maður hugsa svona, já, er það svona eins og þegar Kaupþingi var breytt í Arionbanka, er þetta svona ímyndarbreyting, skilur og í raun og veru allt í einu sko hægt að skikka því í þessi svoköldu ónæmisörvun og svo neðar, ef með þarf, þá er hægt að beita lögregluvaldi. Þannig að þetta er allt á sitt konum staðnum í lögunum og þú þarft að rúlla mjög, þetta er alveg, þú veist, 50-100 blaðsina skjal. Og í raun og veru á mannamáli, worst case scenario, þá er hægt að bara banku upp á heimaðar, ef þú svarar ekki, þá er þetta bara brjóta niður dyrnar og það geta bara komið inn sérsveitamenn, þeir geta handtekið þig, farið með einhverja stofnun til þess að sprauta inn í þinn líkama efni sem þú vilt ekki fá inn í líkamann þér. Og ég sé bara að það eru 30 okkar þingmenn, ég sé nöfnarna, Jón Gnarr, Þorgerður, Katrín, fleiri fólk sem ég þekki. Ég sé bara 2 slæmakosti í stöðunni. Annar er að þú last ekki lögin, sem er mjög slæmt. Það er mjög slæmt að þú ert þingmaður og lest ekki lögin sem þú skrifar undir. En það er mun betri kostur, heldur en ef þetta er í alvörunni skoðunin, sko. Þú veist, þannig að ég veist að bara, og ég hef ekki séð neina fréttaumfjöldun þetta. Nei. Ekki neina, sko. Þú veist, þú verður svona, er þetta ekki skilgreiningin á fasisma? Jú, ég held það. Þegar maðurinn, einstaklingurinn hefur ekki lengur, sko, neitt eigin líkama að segja, þetta ætti að vera grunnur og er grunnurinn í öllu sem við höfum kallað bara vestrænt frjálslynd lýðræðishefð, að við ráðum okkar eigin för og okkar eigin líkama, hvað við borðum og hvað við segjum og hvaða lyf við tökum og svona, en þannig verið að svifta í rauninni almenning og hvern einasta mann þessu og þú ert að lýsa í rauninni umhverfi sem að aftur að mannkynssögunni, að það er ekki langt síðan að ég fór að stúdera þetta út frá bara mannkynssögunni. Það er að segja Rómarveldi, eins og við munum eftir því, það var lýðveldi og margir horfa tilbaka og það var margt glæsilegt í Rómaveldi, en það er ekki margir sem að kannski muna það, en Octavianus, hann í rauninni lagði lýðveldi niður og sagði, krakkar, það er allt í steik hérna, það er neyðarástand og ég ætla að gera sjálfa með að keisara. Í rauninni bara, ég ætla að gera með að einræðisherra. Það var það sem hann gerði. Og málið er þetta, að það eru liðin 2000 og eitthvað ár. En ef að valdhafar geta í rauninni afnumið réttindi fólks og lagt niður allt sem heitir sko eðlilegt löggjafarþing og dómstóla og allt þetta með vísa til neyðarástands, okkur eiga er ekki bara að halda áfram að segja að það sé neyðarástand til staðar. Vegna þess að það er miklu auðveldar að stjórna mannskapnum þá, eins og þú manst í COVID-inu. Allir bara hlýddu og fólk beið í löngum biðröðum eftir að fá þessar sprautur og enginn mátti andmæla og þetta var vinsælasta fólki í landinu, Þórólfur og Víðir og Alma. Svo að það tókst í rauninni út frá sjónarhóli valdhafa alveg frábærlega að stýra mannskapnum og það var gert með ótta og óttin hefur náttúrulega alla tíð verið notaður í rauninni sem stjórntæki. Og Orwell vissi þetta vel og lýsir þessu vel í sinni sögu 1984, óttin er aðalmáli til þess að fá fólki til að hlýða.
og þessir þingmenn sem að skrifuð undir þetta vissu betur eða máttu vita betur. Ég til dæmis sendi bréf á alla þingmenn í árslok 23 og átti fund með fyrrverandi heilbrigðisráðherra þessar fyrirætlanir því að þessi breyttu sóttvarnalög eru hluti af miklu stærra mengi. Það er að segja að það er verið að breyta reglum hjá WHO út í heimi og það var ætlast til þess að öll aðildarríki WHO breyti lögunum hjá sér þannig að þegar og ef næsti faraldur ríður yfir þá í rauninni er hægt að afnema eins og þú sagðir mannréttindi borgarana með stjórnvaldsfyrirmælum. Það er að segja ráðherrann og hans svona embættismenn, sóttvarnalæknir sérstaklega, verði eins og einræðisherrar. Þeir verði eins og Octavianus. Það er neyðarástand, við ætlum að breyta þessu og við ætlum að afnema allt sem heitir bara svona eðlilegt stjórnarfar. Það var það sem Octavianus gerði. Hann lagði niður lýðveldi og tók upp keisaraveldi. Og á keisaraveldistímanum sem að stóð í mörg hundruð ár, þá held ég að hafa verið 5 svona sæmilega heilbrigðir einstaklingar sem að sátu á stóli keisara og vildu fólkinu svona sæmilega vel og misnotuðu ekki valdið, allir hinir misnotuðu valdið. Þannig að bara að þeir skuli í rauninni vilja opna fyrir möguleikan á svona stjórnarfari er alveg svakalegt. Bara annað dæmi sem að talandi lyfjafyrirtækin í þessum sóttvarnalögum, þó við ætlum kannski ekki að dvelja lengi við þau. Jú, við dveljum við þau eins og við þurfum. Er að það stendur í lögunum að ef einhver er með vottorð það hann að láti sprauta sig, þá má ekki hefta för hans inn í landið. Nú er það vitað og það er viðurkennt að þessi sprautulyf í COVID-inu til dæmis kom ekki veg fyrir smitt og kom ekki veg fyrir að fólk sem var búið að fá þetta smitaði aðra. Þannig að það er í rauninni ekkert öryggi í því að einhver sem segir ég er búin að fá sprautu sé ekki að bera smitt. En samt í þessum lögum er mælt fyrir það að íslensk yfirvöld megi ekki stöðva för slíkra manna inn í landið. Þannig að ég pældi í því svolítið að ég fór sérstaklega stað í þessa svona vegferð sem var rosalega erfið en leið þroskandi vegferð 24 þegar ég fór í forsetaframboðið og sé að reynda að blanda mér í alþingiskostningarnar. Það var allt til þess að reyna að vekja athygli íslensks almennings á því hvað er að gerast. Það er að segja að stærstu ákvarðanir sem að varða til dæmis heilsufar, varnarmál, efnahagsmál og annað eru núna í vaxandi mæli teknar erlendis og þessi sóttvarnalög eru bara enn ein myndbirtingi af því og það sem er náttúrulega svo sorglegt er að talandi Alþingi að það er að umbreytast í afgreiðslustofnun fyrir eitthvað erlent vald og 30 eitthvað þingmenn skrifa undir þetta og segja já við þessu sem er, þú lýstir þessu frábærlega sem er annarkvort þá er ekki lesa þetta eða þeir eru bara aðhyllast það að aðhyllast einhvers konar hugmyndafræði sem verður að kenna við fasisma. Það sem er náttúrulega stóru vonbrigðin í þessu fyrir mig er að Sjálfstæðisflokkurinn hafi kosið að sitja hjá sem að segja mér að Sjálfstæðisflokkurinn í rauninni stendur ekki á þeim grunni sem hann á að standa á og hefur hörfað af sínum af þessum frábæra grundvelli sem að hafði verið mótaður og stefnuskráin hans en miðflokksmenn að vísu mega það, þeir stóðu gegn þessu, kusu gegn þessu, einhverjir 7-8 þingmenn. Þannig að þetta er geysilega alvarlegt og það sem að ég segi er að þegar ég var í dómsmálaráðuneytinu þegar að svona það leyti sem að sóttvarnalögin síðustu voru sett. Þetta gæti hafa verið í kringum 99 og þá töluðum við það, svona lögfræðingarnir í ráðuneytinu. Og ég var náttúrulega bara svona hálfgert barn þá bara var ekkert farin að hugsa þetta svona í stóru myndinni en við töluðum þetta á þeim forsendum að ef og þegar að það kæmi einhver faraldur yfir heimsbyggðina, yfir Ísland, þá yrði sóttvarnalæknir í rauninni eins og einræðisherra yfir Íslandi. Þetta voru við búin að sjá 1999, 8-9. Og þetta er miklu alvarlegra með nýju sóttvarnalögunum. Það var eitt af því sem að mér fannst bara mjög
svo ég sletti skeri bara í þessu COVID-tímabili að talandi að vera sá sem situr hjá að sko, það má færa rök fyrir því hvort sem maður sammála ekki að sóttvarnalæknir hafi verið að vinna vinnunni sína af því hans hlutverk að hefta útbreiðslu smitsjúkdóma en fólki sem var kosið til að stýra landinu var kosið til að stýra landinu ekki til að gera sóttvarnalækni að innræðisera þannig að þegar hann kemur með minnisblöðin þá ef að þú raunverulega áttar þig á hlutverkiðinu ég ekki kjörinn innan til að láta sóttvarnalækni segja mig fyrir verkum en ég tek leiðbeiningunum hans þannig að ég les minnisblaðið og ég að horfa hérna á marga þætti einn þátturinn að hefta smittsjúkdóm annar efnahagur landsins, það eru fyrirtæki að fara á hausinn í þetta. Þriðji önnur heilsa fólks heldur en það að verða fyrir þessum tiltekna smittsjúkdómi. Kvíðaraskanir, ofbeldi sem verður til vegna þess að fólk á meira heima og bara miklu meira heimilisofbeldi, aukin alkohólismi, aukning í fíknisjúkdómum og mér fannst þú svo alvarlegt að horfa á fólki sem var að stýra landinu bara standa og sitja hjá og segja bara, hann segir bara þetta bara, sko, því að ráðherrarnir, forsætisráðherrar á þessum tíma, hefði hvenær sem geta stigið inn í og sagt, þetta eru leiðbeiningarnar hans, ég hef tekið tillit til þeirra, ég ætla að gera þetta af því, en þetta gengur ekki upp. Já, ég er sammála. Þannig að við í rauninni, það sem gerist var að einn maður í rauninni, lítill fámennur hópur manna, þetta tríó, fekk í rauninni alræðisvaldi yfir landinu. Þar var einn maður sem að greinilega stýrði þessari för og það var sóttvarnalæknir. Og það sem að brást var í rauninni undirstaða vestræns þjóðfélags sem að við getum sagt að Sókrates hafi í rauninni lagt því að hann sagði þá að gagnrýna allt. Það má gagnrýna allt en það má sérstaklega gagnrýna þá sem fara með völd. Einmitt. Og þetta brást því að það mátti ekki ræða þetta. En það sem að ég gerði og fleiri við litlar vinsældir var að benda á tölfræðilega staðreyndir og segja að þetta voru ekki traust vísindi. Og ég get rökstutt það. Það hægt að fara, hver og einn einasti hlustandi getur farið inn á vef CDC, googla bara CDC, september 2020 og þá var CDC í Bandaríkjum búið að gefa út hverjar eru dánarlíkur fólks með að við á hvaða aldri það er. Þannig að fólk sem var undir 20 það var 0,00003% að myndi deyja úr COVID og síðan bara lækkar þetta sko eftir því sem fólk eldist þannig að allir undir 70 ára aldri voru í rauninni bara með 0,0% líkur á að deyja. Þeir sem voru í mestri hættu voru mjög gamalt fólk og heilsuvilt. Og það var til raunrannsókn á þessu sem líka hægt að googla sem Diamond Princess skemmtiferðaskipið. Það mikið í fréttum núna annað skemmtiferðaskip en Diamond Princess var raunverulegt skemmtiferðaskip fullt af gömlu fólki og það var gerð rannsókn á því hverju voru að deyja úr þessu og komið upp smitan í apríl 2020 og þá sáum menn strax alveg hvernig landið lá. Og það hefði átt að segja mönnum, ok, við erum hérna með plön og það voru allstað sama planið á öllum Vesturlöndum. Þegar heimsfaraldur ríður yfir, þá verjum við þá sem eru aldraðir og veikir en leifum þjóðfélaginu að halda áfram með eðlilegu sniði. En þetta var ekki gert. Og og öllu var í rauninni lokað og það var unnið geysilegt, fjárhagslegt, félagslegt, sálfræðilegt og allavega tjón sem var unnið og semst á skóla, tjón á skólagöngu barna og bara allu pakkin skilur, félagslega einangrun og allt í steik út af því að einn maður fekk að ráða för og það mátti ekki gagnrýna þetta og fjölmiðlarnir tóku þátt í rauninni þessari óttastjórnun. En svo var þessu fyllt eftir með því að allir fóru þá og tóku þessu sprautur og núna var ég að tala við gervigreindum daginn og var að segja var þetta ekki algjörlega klikkað að moka þessum sprautum í mannskapin og þá segir hún að þetta var, þú veist, menn vissi ekki betur og eitthvað svona, þá fyrir ég að tala börnin, áttu að vera að sprauta börnin og þau eru með 0,00003% líkur á deyjursu, en það eru, þú veist, búið að sína fram á það eru svo miklu hærri líkur að þau getur slasast út af sprautunum, var eitthvað viti í þessu og þá segir gervigreindi núna, hún viðurkenna það var ekkert viti í þessu, gagnvart sko yngri aldurshópum, þannig að við vonandi, ég hef verið að vona það núna allan þennan tíma við myndum draga lærdóm að þessu og það eru ótrúlega vonbrigði að sjá
þingmennin okkar og ráðherrana skrifa undir þetta og opna fyrir möguleikana á að þetta geti gerst aftur. Já, því ég vil trúa því, nú er ég nýbúin að taka viðtal við Jón Gnarr, en það var áður en ég áttaði mig á þessum sóttvarnalögum, þannig ég spurði hann ekki út í þetta. En ég vil trúa því ef hann sæti hérna á móti mér, af því að nú kann ég vel við hann til dæmis. Ef ég myndi orða þetta svona við hann, þá held ég að hann gæti ekki verið ósammála okkur, sko. Nei. Og sama með, vonandi er nú Þorgerður Katrín að fara að koma hérna, og þá ætla ég að spyrja hann út í, því hún tala mikið frelsi. Og ég ætla að segja, Þorgerður, hérna, hljómar þetta manneskja sem skrifar undir svona? Góður. Hljómar það eins og þú sett að verja frelsið okkar? Nei, það hljómar ekki. Því fyrir mér sko, það verið að tala allt þetta frelsi og þú veist, hérna, það önnur umræða sem náttúrulega mjög marglaga og þú veist, allt þetta með regnbogafánan og allt það. En það ein tegund af frelsi. En hvað með bara svona grundvallar frelsi einstaklingsins til þess að ráða yfir sínum eigin líkama? Þetta orwellist. Það er að segja stríðið friður mástu. Og hérna í Orwell, þá mætti segja sko, helsi er frelsi í orðaforða þeirra sem sko í rauninni greitu atkvæði með þessu. En brefið sem ég sendi í nóvember 2023 til allra þingmanna, ég fekk engin viðbrögð í rauninni. Það var engin sem fylgdi þessu eftir, en ég var að benda á þessa allræðishættu. Það sem er líka áhugavert er að núna, þú veist, það eru komin 6 ár síðan það byrjaði. Já. Ég held að geti enginn með góðu móti núna. Það sem var alltaf gert þá var bara, þú ert bara áhlattur og treystir ekki vísindum. Já. Núna held ég geti enginn nota vísindarökin lengur, af því þau haldi ekki, sko. Það heldur, þú skoðar þetta, þá er í besta falli hægt að segja að sprauturnar og bólusetningar hafi verið hlutlausar, í besta falli, sko. Það er ekki hægt að halda því fram að þær hafi varið alla frá smitum og að þær hafi bjargað öll. Meiri segja maður eins og Kári Stefánsson myndi ekki einu sinni reyna að halda því fram í dag, sko. Já, nákvæmlega, og sko, þetta svar sem varst með áðan gildir þá svona einhvers konar meðaltal, en í yngri aldurshópum er nokkuð ljóst, sérstaklega hvað var það unga kallmenn, að þá var þetta blátt áfram sko mikil áhætta fyrir þá og ónauðsynlegt inngrip. Þannig að hérna, það er svo margt umhugsunarvert í þessu. Ég er að fara að flytja núna mál, seinni í þessum maímánuði, þar sem að ég er að halda því fram fyrir hönd míns skjólstæðings að mannréttindi hafi verið brotin á hann þegar hann var í rauninni frelsissviptur, þegar hann var að koma erlendis frá og stjórnvöld höfðu upplýsingar bólusetningarstöðu hans, lokuðu hann inni, gáfu engan rökstuðning og hann heldur því fram að stjórnarskrávarinn mannréttindi hans hafi verið brotin og það hafi ekki verið gert með lögum heldur með stjórnvalds fyrirmælum, það er sem er reglugerð sem er bara gefin út af ráðherra af því að landlæknir sagði að þetta gera þetta svona. Já. Þannig að í réttaríki þá er engin sviptu frelsi án dóms og laga. Það var ekki lög og hann var ekki með neitt dóm sem réttlæti að hann veri frelsissviptur. En vandamálið er að kerfið er enn að verja það sem var gert og núna stöndum við frammi fyrir því, ég og þessi skjólstæðingur minn, að Landsréttur verður mannaður einum lækni. Það verður 2 dómarar og 1 læknir. Og ég er ekki að tala neitt, efast að þetta er vafalaust heiðarlegur og góður maður þessi læknir, en hvernig á 1 læknir á Íslandi að geta sagt við kollega sína alla, við gerðum mistök. Það þarf geysilegt hugrekki. Það er eiginlega bara útilokað. Það er næstu útilokað. En þá aftur, kennarinn sem að finnst svo eftir á hann hefði átt að segja til skeggja. Fólki sem stóð á torginu og hrópaði þegar á Pílatus krossfestið hann. Mennindi sem dæmdu Sókrates til dauða og fleiri dæmi í gegnum mannkynssögunni, samviskan eins og þú orðar það, hún og sálinn bankar alltaf á dyrnar og segir, hefður ekki átt að standa með því sem var rétt þarna en ekki að standa með starfshlutverkinu þínu, ásýndinu þínu, hlutverkinu þínu, kollegum þínum, verja það sem að þú í raun veist í hjartaðinu að er ránt. Þannig að ég er að segja þetta vegna þess að ég átta mig á því að við munum standa frammi fyrir geysilega hárri hindrun þegar við berum á borð mál sem að í rauninni, það sem við sýnum fram á vísindin á bakvið allar þessar aðgerðir, þau standast ekki og það var vitað strax í bara vorið, samanber Diamond Princess
og haustið 2020, samanber CDC, að aðgerðirnar voru ónauðsynlegar og það var vitað þegar áður en að sprautuherferðina var ýtt að stað að það væri áhætta sem fylgdi þessu og við getum sýnt fram á þetta allt sko vísindarlega, en þar sem að læknir er komin inn í dóminn, þá verðum við eiginlega að byggja þetta bara á því að þetta er lagalega sko, þetta er lagalegt grundvallaratriði. Getum við frelsissvipt fólk og svipta mannréttindum án þess að það sé búið að setja beinlínis lagaákvæði það, eða manninum hafi gefin kostur á að fara með mál sitt fyrir dómara. Skilur hvað er að fara? Algjörlega. Þetta er grundvallaratriði, við stöndum ennþá frammi fyrir þessu, en aftur, og ég held að skipti máli, þetta mannlega, því að við komumst aldrei fram hjá þessu mannlega. Þegar að þú ert eini fjölmiðlamaðurinn sem að hefur einhverja tiltekna reynslu og þú ert kannski eini maðurinn sem að hefur telur að sé ástæði til að spurja gagnrýna spurninga hvort sem er að ræða vaxtamál eða notkun regnbogafánans eða transaðgerðir eða lyfjagjöf gagnvart börnum og þú ert eini fréttamaðurinn. Hvernig ferðu að því? Hvernig finnur hjá þér styrk? Ef þú ert eini kennarinn í skólanum sem að hefur séð eitthvað sem að varpar grun á einhvern samkennarðinn, segir ekki neitt, pældi í til dæmis málinin í Hafnarfirði, manstu eftir því? Það var hræðilegt mál, það er talið og blessu kona sem að var því miður misnotuð í þessu máli yfir langa hríð í Hafnarfirði, hún vildi meina það að allir í nágrenninu vissu það að það voru hræðilegi hlutir að gerast inn á heimilannar og að það var verið að heimila einhvers konar barnaníðana og enginn sagði neitt. Og við þekkjum alls konar dæmi frá Íslandi í gegnum tíðina líka, frá þorpum út á landi, þú heyrst þetta eins og ég. Þú veist, Jói í þessu húsi var að lemja konuna sína, enginn sagði neitt. Hún kom með glóðurauga í vinnuna daginn eftir, enginn sagði neitt. Þú veist, börnin illa klædd og illa nærð og enginn sagði neitt. Þetta færi mig alveg fullkomlega að, sko, mér langaði til þess að spyrja það aðeins út í, að því þú veist þessum Bandaríkjunum að það er mannréttinda, þú veist, það er bara stjórnarskráin, skilur við. Mér langaði til að spyrja það eins að ég veit að þú ert náttúrulega lögfræðingur og mjög vel inn í þessum málum. Hvar, skilur við, erum varin með einhver grundvallarréttinda? En fyrst langaði mér til að koma inn á beint í kjölfarið sem þú ert að tala um. Þú nefndir í byrjuninni borgarsamfélag, að það sem kemur svo sterklega til mín, ef að ég á að reyna að finna einhverja afsökun fyrir þess að 30 eitthvað þingmennir sem að skrifa undir fyrir fólki sem situr hjá, þá myndi ég segja að það eru öfla verki núna sem er að reyna að aftengja okkur. Já. Hvort sem að það er með mjög óhollum mat, öllum þessum tækjum, endalausa flæði á áreiti, sem þýðir það, þú veist, þegar þú ert að tala um, ég lærði í sálfræðin í háskólanum þetta sem er kallað bystander effekt, að þetta gerist mjög mikið í stórborgum, að það er manneskja sem er bara, hún er bara í lífshættu út á götu og það bara ganga allir framhjá því það halda allir það er eitthvað annars sem sér um það. Og þú ert í raun og verið bara búin að varpa allri ábyrgð frá sjálfu þér. Og þá fyrir maður að hugsa skilurðu bara hversu aftengt, af því þú veist, ég hugsa fyrir mig að til þess að ef við raun og verið trúum því að sé til eitthvað rétt og rangt og gott og illt, þá stundum þarf maður að vera vel tengdur til þess að, sko, eitt er að sjá það og skilja það, annað er að vera nógu vel tengdur til þess að segja að ég er berst fyrir þessu. og ef það er í mann einhver skömm og aftenging og eitthvað svona sem að, þú veist, ég bara eitthvað orkulítill og eitthvað, þá finnur ekki neistan sem þarf til að raunverulega berjast fyrir þessu og þegar ágjöfin kemur að því þú ert ekki vinsæll fyrir að berjast gegn einhverju meirihlutaskoðun, að þá ert ekki með innri styrkin sem þarf af því þú ert ekki nógu vel tengdur. Þannig að ég sé heiminn svolítið núna þannig að það er í gangi bara svona, þú veist, talandi um gervigreindina og annað, skilur við, það er í gangi svona næstum því bara gætum við endað á einhverju point of no return þegar kemur að bara hversu mikið við erum orðin aftengt. Já, ég held það og ég er farin að líta á þetta bara, ég bara ætla að segja þetta sem bara, þetta er barátta, ég meina mannkynið er svo sem á öllum tímum að búa að vera í baráttu við innri baráttu, sko, við sjálfa sig, af því að bara, sko, skilin eins og Lúther sagði milli góðs og ills, þau liggja í gegnum hjarta hvers manns.
Við erum alltaf í baráttu við okkur sjálf. 100%. Það saga mannkynsins, á ég að standa með sannfæringu minni, á ég að fela mig í hópnum. Þetta svona eitt. En við erum líka í baráttu, ytri baráttu og við tökum þátt í samfélagi og við stöndum oft frammi fyrir erfiðum spurningum og skilgreinandi spurningum og aftur hvernig við svörum þessu getur haft alls konar áhrif á okkar sálarlíf inn í framtíðina og það getur kallað á það ef við stöndum okkur mjög illa einhvers staðar og við teljum okkur að hafa feilað mjög alvarlega einhvers staðar á þessum siðferðilega prófi að þá förum að deyfa okkur kannski meira og það sem að þú ert að lýsa, allir þessi skjátími, allt þetta óholla mataræði, allt þetta dóp og brennivín, það líka leið okkar til að deyfa okkur fyrir sársakanum sem að felst oft í því að vera lifandi manneskja, ekki satt? Því að við vitum öll að við höfum ekki alltaf staðið okkur eins vel og við hefðum vilja að gera. Og þetta getur læðst aftan á okkur á ýmsum tímum þegar við erum að fara að sofa, þegar við vöknum miðanótt, eða við sjáum eitthvað sem að minnir okkur á þetta og við þekkjum þetta bara að fólk fer í það bara getur farið jafnvel algjörlega úr sambandi þegar það sér eitthvað sem að minnir það á áfallið þeirra. Svo að það er geysileg freisting að aftengja sjálfan sig, spila með, vera með í hópnum, vera í partíinu, tala eitthvað sem skiptir í rauninni engu máli, en það sem svo sérstæð, því að þetta í rauninni, segi ég, ljós og myrkur, og það ekkert mikið grátt svæði þarna á milli, en þess að bara síðast í fyrradag ég talað við ungan mann sem að lýsti þessu þannig að eftir að hann fór að horfa svona á, hann lýsti þessu þannig fyrir mér að hann hefur verið alinn upp af móður sem var óbáslega þunglind. Hún var alltaf að fela þunglindi sitt. Þannig að hann sem barn var óbáslega næmur gagnvart í þegar hún fór að setja upp grímuna. Þannig að hann sagði, þetta fylgdi mér inn í fullorðinsárin og ég svo næmur fyrir því þegar fólk þá ekki það sjálft. Að ég á endanum, þá get ég þetta ekki lengur. Menn þetta strákur kannski 25 ára. Þannig að hann lýsti sér bara þannig fyrir mér, hann segir, ég get ekki lengur tekið þátt í þessu samfélagi. Og hann hefur farið þá leið að hann að ferðast bara mikið heiminn, hann mikið einn, hann að bara svona vinna úr mörgu því sem að hann hefur lent í, vinna í sjálfum sér, styrkja sjálfan sig. Og hann lýsti þessu þannig að þessar sjálfshjálparbækur nútímans mikið til fullar af alls konar fróðu, þannig að hann fór að rekja sig aftar og aftar í sjálfshjálparbækurnar, þar segir hann, þar finnur hann svona ákveðin grunn, en hann og ég eigum það sameiginlegt að við í rauninni búum þá við þau örlög, við höfum kannski skapað okkur þann veruleika að við getum ekki lengur verið þáttakendur í þessu, hvað orðið, Sölvi, yfir það að vera svona í að tala ekkert. Einmitt. Og það svo, þú veist, það bara orðin raunverulega átök að vera inn í því. Við finnum sálina og óþolið það bara kraumar eitthvað inn í okkur þegar við erum búin að vera í vissan tíma að tala bara, þú veist, eitthvað sem skiptir engu máli. Og ég segi þetta líka vegna þess að ég segi þetta líka út frá sjálfum mér vegna þess að ég náttúrulega í alvörunni vil segja það að ég dó í vissum skilningi eftir árið 24. Ég segi bara, ég dó að miklu leiti svona í einhvers konar egódauða. Þetta egóið mitt ekki dáið. Nei. Ég ekki komið þangað. Ég ætla ekki að reyna að segja við aðra að ég sé komin á einhvern uppljómaðan stað, en egóskjöldurinn, hann í rauninni svona þyngdist alveg svakalega. Þegar ég var lítill, þá satt ég einu sinni í eldhúsinu hjá ömmu og hún að tala við mig Hrafn Sveinbjarnarson. Hann var læknir á Vestfjörðum á 13. öld.
og hann ferjaði menni við Breiðafjörð og skipi sem hann átti, hann framkvæmdi læknisaðgerðir á fólki, skurðaðgerðir á 13. öld, hann gerði þetta ókeypis. Og hann segir í sögu Hrafns að hann átti sér þá von þegar hann fór að mennta sig í læknisfræði á meginlandi Evrópu að hann myndi geta dáið sjálfum sér og ég skildi þetta aldrei og ég man ég var að tala um þetta við amma vorum að tala um þetta að deyja sjálfum sér, ég er búin að vera að glíma þetta í svo langan tíma en þegar ég fór í gegnum þessa reynslu sem var á einhvern hátt dauðareynsla að þá fann ég að hvað það er maður hættir að lifa á sama mæli fyrir sjálfan sig og fer að lifa fyrir annað fólk meira og markmið Hrafns og markmið okkar allra og þar með tala þessa nýja vina míns sem ég var að segja frá áðan að fara að lifa þá fyrir Guð og hvað vill Guð að við gerum við líf okkar hann vill ekki endilega að þessi kennari sem ég var að tala um áðan í skólanum að skeggja lifði lífið sínum þannig að hann yrði yfirkennar og síðan skólastjóri. Ég er ekki viss að það sé markmið Guðs. Markmið Guðs hefði verið í þessu tilviki að segja, gerðu það sem er rétt. Segðu það sem þér finnst þú þurfa að segja. Þannig að vísindamennirnir á COVID-tímanum, almenningurinn sem var settur í þá stöðu að dæma hvort það ætti að krossfesta þennan eða hinn, við erum alltaf, lífið er siðferðispróf. Það er siðferðispróf, segi ég. Við ætlum að enda á því að horfa í spegil og segja að maður fyrirlíti sjálf á sig eða berjast við það, skilurðu? Já. Berjast raunverulega við það því að maður hefur brugðist sínum vonum eða brugðist fjölskyldu sinni, börnum, brugðist vonum foreldra sinna, brugðist landinu sínu, brugðist því sem hún veist að var satt og rétt eða ætlaru að fara í hináttina sem er líka óbúslega erfið vegferð og sérstaklega í litlu þjóðfélagi eins og þessu vegna þess að þú í rauninni sá sem ætlar að fara í þessa vegferð, hann getur búist við að tapa vinum sínum. Hann getur búist við að tapa starfinu sínu. Hann getur búist við að tapa í rauninni missa fjölskyldu sinni. Hann getur búist við að verða fyrir fjárhagstjóni. En þetta er bara sennilega leksía bara mannkynsins. Ég held að, þetta sem þú talar um að deyja sjálfum sér. Já. Ég sé það þannig að það er lífstíðarverkefnið er að deyja sjálfum sér. Já. Og vera, að því við endanum munum vel deyja. Já. En ef þú ert komin á seinni árin og þú hefur ekki farið í gegnum einhvers konar míní-egodauða aftur og aftur á leiðinni, þá heldur við sér mjög illa undirbúin undir það deyja. Svakalega, alveg mjög illa. Þannig að ég er svona orðað þannig, þú veist, eftir því sem maður eldist þá fyrir maður meira að sjá, undirbúningurinn undir dauðan er að deyja reglulega. Og því meira sem maður er að deyja sjálfur sér, því meira getur maður orðið svona hreinn vessel fyrir eitthvað æðra, Sammála. Og þá er ég að hugsa einmitt að þegar maður bara hugsa um þetta fólk sem er að stýra. Þegar ég var, segjum, þú veist, 28, 29 ára að stýra Íslandi í dag og vissum að ég vissi allt. Þá hefði mér örugglega fundist alveg, ég hefði verið frábær forsætisráðherra. Núna, þegar ég tel mig vera að hafa komist á dýpri staði heldur en mjög margir komast á. En ég er ekki vissum að ég veri hæfur í þetta dag. Vegna þess að ég veit að ef ég ætti að geta verið komin á þann stað að ég raunverulega væri, bara ég raunverulega geti tekið sjálfa með algjörlu út myndinni. Þá þarf maður að vera búin að kafa helviti djúpt, Til þess að raunverulega geta sagt, ég er bara vessel fyrir hið góða og ég skipti ekki máli ef ég missi starfið mitt, ef ég missi þetta skiluru og það er svona, þú veist, eins og það sem ég fer í gegnum fyrir 5 árum, mér fannst það svona svolítið eins og, þú veist, ef ég horfa á það frá okkur svona hærra perspektífi, að þá er það svolítið svona, þú veist, eins og bara lífið þess að þeirrið, þú veist, við þurfum að sláði utanundir til að losna meira við þörfunum að gangi í augun á öðrum, og álítannar, skiluru. Og ef maður horfir á þannig sem að, þú veist, ég vakna ekkert á einhverjum mánudegi og
og ákveða að deyja áliti annara, en þegar maður fær svona lífsreynslu, þá óhjákvæmilegt að þú fór að sjá mannlegt eðli, þú fær að sjá hverjir yfirgefa þig, þú fær að skilja hvernig þetta allt virkar, þetta bara margar áskólagráður, sko. Þetta alveg rosa. Skilur við, og þetta svo geggja. Og þá hugsa maður, sko, þú veist, einmitt, allir sem maður lítur upp til, ná að gera mestu erfiðleikan að stærstu gjöfinni. Já. Og ef maður slettir, þá kannski svona ultimatið í því, Jesús á krossinum, sko. Já. Skilur, það bara, þú veist, fyrirgefið þeim, þau veit ekki hvað þau gjöra, sko. Já, og bara, ég las einhvers staðar daginn og það er rosaleg þversögn í þessu, það bara sprengir á manni, sko, hugan, að hann hafi risið hæst, saga hans í rauninni rísi hæst þegar hann á lægsta punktinum. Það að segja, þegar það búið að negla hann á krossinu og það verið að lyfta honum upp í þessa auðmýkingu og sásauka að þá sé hámarki píslasöguna náð, sem sko, það er innbyggð þversögn í þessu, en þú skynjar það kannski sjálfur og hugsa tilbaka versta tíman í þessu reynslu sem þú ert að lýsa, að í henni var kannski fólkin einhver ofboðslega dýrmætur á þeim tímapunkti, dýrmætur sársauki og lærdómur. Já, að því enginn veit æfina fyrir öll sko, að kannski mun koma eitthvað augnablik þar sem ég mun sjá að ég get gert mjög mikið gagn fyrir marga, einvörðunga út af því ég fór í gegnum þetta. Nákvæmlega. Og kannski, ef maður hugsaður þetta svona og maður reynir að horfa á líf sitt sko utanfrá og líf, sem sagt, þú á þitt líf, að segja það þurfti að koma þér út af brautinni sem þú varst á áður. Við vorum ég var með annað plan fyrir þitt líf. Akkurat. Er það ekki? Akkurat. Og þá, getum við kannski ekki með góðu móti skilið þetta fyrir en einhver tíman síðar þegar við horfum yfir sviðsmyndina. En samt sem áður núna, verandi þessari reynslu ríkari sem þú ert að lýsa og ég er að lýsa, að þá erum við komnir einhver staðar út á þessa braut. En ég held að fólk sem að kýsa að sko vera alltaf í þessu sko ímyndaða skjóli egósins, sem það er rauninni rosalega lélegur varnarhjúpur og segja egóið svo viðkvæmt, að þá ýtir maður á undan sér þessari sáru reynslu sem að menn þurfa auðvitað gangi gegnum að allir gera þegar að skélinn byrjar að flettast utan á okkur þegar við erum að deyja. Skilurðu, þegar ég er að horfa á þetta, bæði hef horft á þetta núna með nána aðstandendur mína síðustu árin og núna bara góðu vinur minn sem er að deyja, að maður sér það bara svona smá saman hvernig í raun og veru varnirnar og allt þú veist, allt það sem að búið var að byggja utan á þennan einstakling og þessa skel sem við erum, þegar það er tekið á endum við bara á hjartanu. Það er ekkert annað eftir. Og þetta getur verið ofboðslega erfið reynsla og margir þetta gekk nú svo nærri mér að ég þurfti nú að tala við mann sem er bara beinleinis lærður í sálgæslu. Því ég var bara að horfa á þessa reynslu, gekk nærri mér líka. Og þá sagði hann, þeir sem að í rauninni hafa verið í egóinu og eru að og komast alveg kannski inn á síðustu, inn á endasprett lífsins, haldandi upp öllu þessu egói, að þá verður þetta oft þannig að þegar að það hverfur, þá byrja menn að belgja sig út af engu, skilur. Þá verður svona, og þá oft birtast einhver karaktereinkenni sem að þú kannski hefðir ekki vilja birta. Skilur hvað er að fara? Þá maður orðin eitthvað svona ýkt útgáfa af mörgu því versta sem að maður hafði í farteskinu þarna. Þetta mjög, Ég bara var að hugsa einmitt þegar Tolli Morten, sem er svona einn af mínu mentorum, þegar hann satt hjá mér, núna í byrjun ársins, þá sagði hann, ég get tekið allt mitt sjálfsvinnuferðalag sem er mikið og spannar áratugi. Ég þekki fáa sem eru jafn duglegir og Dolly í því að vinna í sjálfum sér.
þá bara kemur þetta í 2 orð, það er að sleppa tökunum. Og ég held að það sé mjög erfitt að vera komin á minn aldur og hafa ekki verið að æfa sig að sleppa tökunum. Þá verða það efri árin erfið, sko. Já. Og ég sagði, þetta er satt, sko. Já. Sleppa takina hverju, sko. Hvað er þetta sem þú segir, skilur, þú ert að flýsja laukinn, þetta sem þú segir að var ekki ammaðinn sem að sagði við. Já, sko, hún var að tala Hrafn og það stendur í þessu handriti frá 13. öld að hann vildi bara, hann óskaði sér þess að komast á þann stað að geta dáið sjálfum sér. Og það er þetta, sko, það er að vera að sleppa tökunum, þú ert hægt og rólega að deyja sjálfum þér. Já, en pældu samt í einu. Við, förum út úr barnæskunni og byrjum að hlaða utan á okkur. Er þetta ekki líf mannsins? 100%. Við hlöðum utan á okkur prófgráðum, bílum, eignum, alls konar fólk menn fari í hárigræðslu og hlaða því utan á sig og vöðvum. Já. Og síðan bara tekur lífið mann í þessa rússibanareið og ánum að veita að það hafi verið að taka þetta allt af manni. Þannig að þetta er alveg, hvað gerum maður þá? Hvert er svarið? Ég ætla ekki að reyna að segja það, ég sé með svarið, en bara, ég held að þetta sé reynda frábært svar, sko að segja bara, bara verði þinn vilji, ekki minn. Gerðu bara það sem þú vilt, sko. Ég held að sé alveg hægt að, skilur við, ef þú ert með góða tengingu við einhvers konar aðri mátt og hefur alltaf verið svolítið svona ankoraður þar. Já. Þá getur alveg verið á flottum reynsróver og átt hús í 3 löndum, en þetta er á einhvern nátt svolítið bara leikrið. Þetta er ekki akkerið í lífinu. Nei. Ég held að fyrir einstakling sem er þannig, ef hann missir eitthvað af þessu, þá er það ekki nærri jafn þungbært eins og einhver sem hefur byggt sjálfsmyndinu sína á þessu. Já. Þá ert þetta þú og þá náttúrulega ert að ríghaldi í þetta og þá eru jafnvel þurft að vera að ganga gegn gildunum þínu til að ná í þetta, stappa á öðru fólki og allt þetta, skilur. Þannig að ég kunni að hugsa það annað líka, skilur. Ég er eiginlega þakklátur núna fyrir að hafa ekki, ég hef aldrei verið fjárhagslega eitthvað mjög ríkur. Já. Því sama eins og ég segi, sko, þegar ég var 30 þá er ég alveg sem að mér hefði fundið bara þetta allt verið frábær hugmynd. Já. En ég held að ég hef ekki verið nú auðmjögur til þess að kunna fara með það, sko. Nei. Og svo getur bara allt gerst. Þannig ég held eins og núna, sko, myndi ég einhvern veginn alveg kunna miklu betur að fara með það ef það fer að rigna peningum, sko. Já, ég get tengt við það. Maður ímynda sér það, en það verður samt það verður samt test, sko, prófraun. En eitt af því sem að við hlöðum líka á okkur er, á fyrir skeiðum lífsins það er að við hlöðum og söfnum að okkur í kringum okkur, sko, fólki. Já. Sem við kunnum vel við og yndislegt fólk og ég er að horfi ofta á svona stráka kannski milli 20 og 30 sem er rosalega marga vini, stóru vinarhópur og það er alveg frábært. En svo þegar að eitthvað svona gerist, fólk veikist, krabbaminn og það er banalegan og allt þetta, þá sýnist mér að það sé reynsla flestra að það er rosalega fáir sem eru eftir. Það er það sem er líka óbóðslega sárt fyrir svo marga. Já. Að það er svo fáir sem að svona standa með okkur þegar að á hólminn er komið. Við þurfum eins og segja nú í Grettisu, hver þar með sjálfuðu sér lengst að fara. Það er að segja, við erum nú bara lest alla leið bara með sjálfum okkur í gegnum þetta ferðalag. Og við þurfum einhvern veginn að undirbúa okkur undir þetta betur og ég held að talandi margt í þessu skólakerfi okkar ef að það er satt og ég held að sé bara raunverulega þannig og Sigríður Ólafsdóttir var að segja að í mokkanum í gær kennari með 40 ára reynslu að eftir 10 ára döl í skólakerfinu sé þriðjungur nefndi í basli með stafina sem er náttúrulega grafalvarlegt mál en bara þetta sko að skila einhvern veginn fólki út í lífið líka sko betur á styrkari fótum heldur en bara það að þú ætlar að búa til sjálfa þig og sjálfsmynd í kringum einhverja svona ímynd. Einmitt. Og ég hef oft notað svona myndlíkinguna það að við erum í alls konar hlutverkum. Við erum í hlutverki, við erum pappar og við erum eiginmenn, við erum í einhver starfshlutverki og svo eru mörg önnur hlutverk sem við erum í, frændur og nágrannar og allt þetta, en við erum ekki hlutverkin okkar. Og ég fór nú út í kirkjugarðum daginn og
þá var ég að hugsa þetta. Ég hugsaði, sko, ef að Gísli Rúnar, við gengjum nú fram á leiðinans Gísla Rúnars, sem var svo frábær leikari, ég elskaði svo margt sem hann gerði. Sko, hver var Gísli Rúnar? Ég meina, mundi einhver skrifa á leggsteininans Gísli Rúnar innan gæsalappa Palli, af því hann leik Palla, eða söng fyrir Palla, maður þetta plötunni. Já. Pallaplötunni. Mundi einhver gera það? Nei. Og þá ekki eitthvað skrítið í rauninni að þú skrifir til dæmis og segir að ég ætla að fá á leggsteinin minn að ég hef verið fjölmiðlamaður. Sko, þú ert eitthvað miklu meira heldur en fjölmiðlamaður. Skilur hvað er að fara? Algjörlega. En við erum búin að, sko, kúltúrin, þessi vestræni kúltúr heldur á okkur þessari hugmynd hver ertu og þá kemur þetta ég er í þessu starfi, en það segir ekki neitt. Og ef þú, sko, þú ert nú búin að ferðast mikið um heiminn, ekki satt? Jú, allt. Og þú hefur lært kannski þessa leksíu, að þegar þú hittir fólk í fyrsta skipti, að þá þykir að mjög mikil dónaskapur við um heiminn að spurja hvað gerir? Einmitt. Þú veist, þú vilt, fólk skynjar það og vill sem sagt ekki láta ramma sig inn í eitthvað hólf. Þú vilt fá að kynnast viðkomandi á svo víðari, breiðari, dýpri forsenda. Ekki satt? 100%. Já. Þetta er alltaf ríkt í okkar kúltúr. Já, mjög svo. Alveg sérstakt, af því að við fluttum nú hérna, við erum nýkomin hérna á Mölina, sko, úr sveitinni. Mér verður að hugsa til núna að tala um að sé eitthvað miklu meira, sko, af því að hérna kærasta mín, hún kemur á menningarheiminn sem er svolítið öðruvísi en okkar og hún leynir mjög mikið á sér, sko. Hún er ekki mikið að gaspra eða hérna, þú veist, hún er betri í að hlusta heldur en tala. En ég hef átt mjög djúp samtöluð hana þar sem hún hefur bara lýst í fyrir mér. Ég held að sé alveg í lagi að ég sé upplýsið hérna. Þar sem hún segir bara, ég finnst stundum bara fyrir sálinu minni, inn í líkamanum á mér. Já. Þetta er svona pínu lítið svona entity. Já. Sem er mjög svona glaðlynd og er svona bank í mig og ég veit, þú veist, ég get staðsett þetta inn í líkamannum, sko. Ég hef ekki fundið þetta persónlega, en þarna kemur einmitt svona skilur, þarna er þú komin í eitthvað aðeins meira heldur en bara, ég er Sölvi og ég er eitthvað titill, ég er eitthvað fjölmiðlamaður, skilur. Já. Það er einhvers konar vitund inn í mér sem að, þú veist, og svo er þessi vitund einhvern veginn að, hérna, leika sér og hún er að gera alls konar hluti í lífinu og við erum öll í alls konar hlutverkum, en það klárlega er ekki ég, sko. Nei, ég ætla að segja eitt þarna, af því að það sem að hefur gerst og eins og hjá mér eftir í þessum rússibanna sem að maður hefur verið í, að ég hef orðið viðskila við alltaf fullt af fólki sem að ég elska alveg jafn mikið og ég gerði áður, skilur, ég bara fagnaði þeim þegar ég hitti þau og svona, en ég vil líka eignast nýja vini, allt í lagi með það, og 3 af þessum mönnum segir þeir eitthvað um það hvers konar samtöl ég er að eiga núna þessa mánuðina. 3 af þessum nýju vinum mínum hafa átt á reynslu að þeir hafa dáið. Pældi því. Þeir hafa allir átt á reynslu að þeir hafa farið út úr líkamannum, horft á sjálfan sig. Og bara síðast í fyrra dag var ég að tala við Eddera og hann er ennþá á þeim stað, hann getur ekki talað um þessa reynslu sína öðruvísi að hann bara augun í honum fyllast af tárum. Hann getur ekki, hann er ekki búin að vinna úr þessu, þetta var svo yfirþyrmandi reynsla, en þeir lýsis allir á sama hátt og Eddera kom tilbaka á sjúkrahúsinu og hann fer að tala um þetta og hjúkrunarfólki sagði við hann, já, þú hefur verið með ímyndanir, hann horfði og segi, ekki reyna þetta við mig, ég veit betur, sagði hann. Og svo 3. var fyrir því að það var hjörða stórgripum sem að hlupa niður og hann fór út úr líkamannum og þegar hann var pumpaður inn aftur þá var hann að horfa sjálfa sig. Og sonur minn hefur farið út úr, þegar hann var barn, þá kom hann heim að leikskólanum og sagði að ég fór út úr líkamannum og ég var að horfa sjálfa mig. Já. Svo að það eru þetta þessi aftenging, þessi aftengdi sko veruleiki sem við erum í, sem knýr okkur einhvern veginn inn í hylkið okkar, pressar okkur einhvern veginn inn í hylkið, en leifir okkur ekki að fara sko með vitundina á annan stað og kannski ekki nógu mikið eins og kærastan þín úr önnur menningarheimi er kannski tengdari
sálinni sinni, heldur en að við erum hér. Já, hún kemur úr aðstæðum þar sem að þó hún hafi síðan út af því að hún það fylgir því ákveðin stífleiki þegar það er mikil kristin trú og Já. svona, en hún er alveg upp mjög kristilegt uppeldi og Já. pabbi hennar óbúslega trúaður, það er alltaf verið að fara í kirkju, svo eðli málsins samkvæmt mannskjarna virkar þannig, svo verður þú unglingur, Já. þá þarf það að repela gegn foreldriðinum, og svo er hann að finna leiðina heim aftur á sinn hátt, Já, ég skil. en þá skilur bara þessi innprentun, skilur að hafa alla þína barnæsku, þá ertu, þú veist, og það er eitt af því sem er svolítið rótlust við Ísland, það er þetta trúleysi. Já. Maður kemur í samfélag og þá er einmitt þetta fara aftur í, þú veist, eitt eru trúar brögð og annað eru síðan trúar stofnanir og þriðja eru síðan trúar leiðtogar sem eru bara breyskir, mennskir einstaklingar. Já. En trúin sjálf Já. er einhvers konar akkir og grunnur Já. sem ég held að sé eitthvað sem sé gott fyrir okkur öll að hafa, sko. Já. Og það er mjög áhugavert að því svo náttúrulega það, talandi um þessa aftengingu að þú veist, nú er að verða alveg klárlega einhvers konar önnur bylgja af hugvíkandi efnum sem að var á hippatímanum, Já. nema núna er komið internet og Já. hún verður ekki stoppuð jafn auðveldlega eins og þá, hún var stoppuð Já, með vá. bara, war on drugs, bara Richard Já. Nixon, skilur. Já. Þetta var bara sett í sömu kategóri og heroín og amfetamín og eitthvað. Já. Núna er verið að gera fullt af stúdíum og nýjast er náttúrulega Donald Trump fyrirskipaði lögum að það ætti að gera frekari rannsóknir og íbóka sem er jurt frá Afríku við fíknisjúkdómum. Já. En ég held að það, ef að fólk fer með réttum ásetningi og réttri tengingu inn í hvort sem að það er ayahuasca eða sveppur eða annað, að þá nærðu þess, þá nærðu að sjá, já, þetta er miklu stærri en ég held. Og- Þetta er miklu já. stærri en ég held, sko. Algjörlega, og þeir sem að pældi í einu, sko, það er náttúrulega líka reynsla bara kynslóðan eflaust. Þeir sem eru búnir að fatta þetta, þeir sem eru vaknaðir til vitundar þennan ytri, æðri veruleika, þeir get ekki fara að sofa aftur. Nei, þeir geta ekki. Einmitt, það er útilokað. Það er útilokað, þannig að sko þessi vakning sem er að eiga sér stað, hún verður ekki stöð. Nei. Það er alveg sama hversu mikið sko þeir munu reyna að kreista í gegn sko stjórnkerfi í ætt við það sem að þú varst að lýsa áðan í sóttvarnalögunum. Hversu mikið þeir reyna að kreista í gegn automatist vélrænt þjóðfélag þar sem að AI svarar og tekur ákvarðanir jafnvel, þar sem að myndavélar eru á hverju einasta götuhorni, þar sem er hlustað á allt sem þú segir, að þá held ég að jafnvel þetta mun ekki megna að stöðva þá bylgju sem er að rísa. Nei, ég er algjörlega sammála því. Já. En að því sögðu er sko áhugavert að þeir skilja sem skilja. Ég hef stundu sagt að mér myndi finnast það mjög góð svona forsenda fyrir alla sem færu inn á þing Já. að fara í 3 ayahuasca-athafnir Já. og hafa skrifað allavega svona 20-30 reikninga. Já. Þannig að þú hafur einhvers konar skilning á hvað er að vera sjálfstætt starfandi. Já, ég er sammála, það er frábært. Það er alveg Ég er frábært. nokkuð vissum að þetta myndi skila okkur betra fólki. Ég er algjörlega sammálaður. En svo, já, og ég meina, það myndi blása eflaust skemmtilegu lífi líka í þetta þing sem er líka orðið svo vélrænt og svona eins og þú varst að lýsa á þann, bara einhvern veginn hugsunarlaust og... Já, því mér finnst, sko, það koma punktar þar sem að, eins og ég segi, ég er nú ekki oft eitthvað í einhverjum pólitískum rifrildum, en ég var með Diljá-mist. Já. Og það kannski einmitt út af því að ég kann mjög vel við hana. Og út af því mér finnst hún vera einn af þessum þingmönnum sem ég er mjög oft sammála. Og Já. hún er að djöflast í þessari hjarðhugsun oft á tíðum. Já. Að þegar að koma að stríðin í Úkraínu, Já. þá heyrði ég bara í gegnum hana. Þannig eru bara allir sammála. Já, en pældi í Þannig einu. er bara, hvort sem að skilur þetta gengur þvert á flokkalínur að Ísland sé að kaupa vopn fyrir Úkraínu, já sjálfsögðu og maður er bara svona, nei, það er bara rámt. Já. Þannig er aftur hæð sem ég er til í að deyja, þannig er hæð sem ég er til í að Ísland á að standa fyrir frið, Sammála, punktur. algjörlega sammálaðir og ég hef sagt þetta líka og ég var að segja við Íslendinga hérna í þessari kosningabaráttu sem að ég vil nú reynda að segja hér að þetta, sko, það er búið að loka alþingi, það er búið að loka valdakerfinu á Íslandi, þess að nýjar raddir komast ekki að, þær eru með 0 krónur, flokkarnir sem eru fyrir eru búin að skammta sér mörg 100 milljónir og milljarða yfir heilt kjörtímabil sem þeir nota til að kæfa nýja flokka. En sko, ég vildi segja varðandi, það var svo skeri, aftur svo ég noti nú það orð, þegar að Zelenski kom til Íslands, þá var
þá voru sko þingmenn hér og þar landið á kosningaferðalagi og allt í einu bara símtal, hann að koma, allir keyra bara að fljúga til Reykjavíkur, hann kemur á þingið og það bara eins og í rússnesku dúmunni, allir bara standing ovation og klappa sko fyrir honum. Það var enginn sem að sko sagði eitt eða neitt til þess að burja eða gaggrina, en sko pælið í einu. Og þetta ótrúlega merkilegt. Hvenær sáum við síðast fréttir það hvað að gerast í Úkraínustríðinu? Hvenær sástu það síðast? Það var mjög áhugavert. Mér fannst þess að það hafi hætt. Já. Sko, COVID-umræðan hætti þegar umræðan Úkraínustríði byrjaði. Passar. Það var bara þannig að bara COVID. Já. Svo kom Úkraína allir ekkert COVID. COVID farið. Allar hættir að tala COVID. Já. Alla COVID-reglur farnar. Svo þetta sama hafi gerst með Úkraínu. Ég veit ekki hvort það var það Palestína Ísrael. Já, sem bara allt í einu fór athygli á að fara annað núna. Já. Það var eins og þessi bara orkestrerað, sko. Já. Það bara nú á að færa athygli nokkra á hvað annað. Já, og ef að menn eru í einhverju vafum það að það sé raunverulega verið að reyna að orkestrera þessa hluti, geta þær farið inn á YouTube eða bara netið og leitað að orðunum this is a direct threat eða a threat to our democracy. Hefur séð það? Já, ég sé það. Þegar allir fjölmiðlar meðrindi bara endurtaka sama. Heyrðu, en Úkraínustríðið bara algjörlega horfið af sjónarsviðinu, en það ennþá verið að kreista peninga út úr ríkissjóðum hins vestræna heims. Peningarnir eru og þá spurja menn, og það alveg allt í lagi að spurja, býtu í hvað eru peningarnir að fjara? Getur hugsast að þarna sé í gangi mallandi risastór peningaþvottavél? Ég spyr, ég veit það ekki, en staðreyndin samt sem áður svo að þegar að farið var að grúska í fjármálum manna sem höfðu staðið mjög nærri Zelenski, þá var farið einhver þeirra var handtekinn og flóðu dollarseðlarnir upp úr öllum skúffum. Daginn var Zelenski að flytja eitthvað ávarp og í bakgrunni var rándýrt málverk eftir einhvern klassískan málara sem hafði skömmu áður, 2 mánuðum áður verið stólið af einhverju listasafni í Frakklandi sem metið á einhverja $1 million. Það ríki í heiminum það sem keypt flest á þriðja sæti yfir ríki það sem eru flestir Bentleyar seldir. Bentleyar eru, þú veist, ekki hvað það kosta 150 milljónir eða 200 milljónir. Það er Úkraína, þeir eru að kaupa snekkjur og einbýlishús villur út allan heim og myndir frá Kíev, þær eru bara glæsilegar drossíur keyrandi göturnar. Það engin kreppa þar. Hvert fara peningarnir? Ég sé þetta bara svolítið eins og COVID, að þú veist, ég vil alltaf vera tilbúin að leiðra þetta sjálfum mig ef ég rangt fyrir mér. Já. Þannig að fyrsta þegar það kemur þetta með bólusetningarna við COVID, þá bara, ég get ekki eftir eins og þú segir, ég get ekki afséð það sem ég er búin að sjá. Já. Ef maður er vaknaður á ákveðina, þá getur maður ekki afséð hvað lyfjafyrirtækin hafa gert. Þannig að minn hugur virka bara þannig að það fyrsta sem ég verð að vera gagnrýninn á þetta. Já. Að því, þú veist, það komin einhver ríkisbrauta í bóði lyfjafyrirtækjana, þetta tekur mikið nema splitt sekúnd að fara í gegnum þessa rökræðu í hausnum á mér. Sama núna með, þú veist, þeirra allt í einu, við heyrum ekkert meira Úkraínustríðinu, en þetta er notað sem svona, hvað gott íslenskt orðið við propaganda, bara áróður í að nú þurfa að herða róðurinn í vopnaköpum. Og nú verið að, þú veist, gera fólk óttaslegið og sama eins og, þú veist, ég nota aftur stundum ensk orðið við lutið þegar Donald Trump, ég myndi nota svolítið orðið erratic yfir hann. Hann mjög ódreiknarlegur. En allt í einu það sko Úkraína, Rússland og hegðun Donald Trump og það hvað hann að segja allt í einu, nú þurfum við að fara í Evrópusambandið og nú þurfum öll Evrópuríki að kaupa meiri vopn. Nei. Viltu fara í Evrópusambandið? Nei. Áhverju ekki? Sko, einmitt, og það aftur þessi umræða svo marga laga og minnst verið svo alltaf verið að reyna að sko það bara, viltu vera í Evrópusambandið? Nei. Ertu trumpisti? Nei. Ef að þú hefði spurt, sko ég lærði Evrópusambandið þegar ég var í námi í háskólanum. Hjá Baldri Þórhalsinni og kynnti mér þetta meira sæði fyrir utan tímana og við varum áhugasamur stjórnmál og svona. Á þeim tíma hefði ég alltaf sagt já við Evrópusambandinu vegna þess að mér finnst Evrópusambandið frábær hugmynd. Þetta er byggt sem friðabandalag eftir seinni heimsstyrjöld til þess að koma í veg fyrir að það verði aftur styrjöld í Evrópu. Þetta átt að snúast frjálst
flæði fólks og fjármagns og varnings sem að ég verandi maður frelsis, bara frábært, æðislegt. En svo allt í þennu Evrópusambandi hægt og rólega að verða svona ofboðslegt búrókrasíu apparat sem vill vera fikta í lífi fólks á öllum sviðum. Þannig að ég alveg til að vera með evru, ég alveg til að sé frjálst flæði fólks og fjármagns á meðan að ríkið ekki að gefa fólki sem kemur hingað húsnæði og pening, bara endilega verið velkomin hingað ef þið viljið aðlaga samfélaginu okkar og vinna, bara ég maður frelsis. Algjörlega. En búrókrasían í Evrópusambandinu núna andstæðan við frelsi. Já, ég er sammála og það sem að ég get alveg skilið, þú veist, hugmyndina ef að menn eru að segja við erum svo lítil og það allt svo, heimurinn svo óöruggur og svona, menn vilji kannski halla sér að einhverjum, en þá þurfum menn að velja það sko, dálítið gætilega hverjum þeir halla sér að og Evrópusambandið á niðurleið efnahagslega, pólitískt þetta algjörlega pólitískt þetta í miklu uppnámi í togstreitum milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs iðnaðurinn á fallandi fæti, það orkukreppa, þeir eru að fara sífellt meira í átt til þess sem við getum kallað valdboð í staðinn fyrir að leyfa fólki og þjóðum að eiga valdum eða röddum það hvað gerist í þeirra bakgarði, skilurðu. Og það ekki víst að fyrir 400.000 manna þjóð sé skynsamlegt að láta 20 og eitthvað aðrar þjóðir taka ákvarðanir í málum sem að varða okkar mestu dýrmætustu auðlindir til dæmis, hvort sem það raforkan, vatnið eða hvað það Þannig að hér að mjög mörg að huga, fyrir utan það segi ég að þú vilt fá að ráða þínu lífi sjálfur, hvaða blóm þú hefur í stofunni og hvað þú borðar í kvöld og svona, og það best að þjóðfélagi sé þannig og við höfum þá í litlu þorpunum út landið sérstakar stjórnir sem að ráða því hvernig skipulagið þar, en að stjórnin sé ekki einhvers staðar langt í burtu og fjarlæg og við höfum ekki hann að segja. En það það sem að Evrópusambandið hefur þróast út í og ég bara, sko, sem maður frelsis aftur, segi bara, það miklu farsælla fyrir okkur að ráða í nær umhverfinu hvað gerist en ekki að afsala valdinu úr landi. Algjörlega, því fjær sem að sá sem að taka ákvarðanir, því fjær sem hann staðnum sem hann að taka ákvarðan fyrir, því aftengdar hann. Eða eitthvað Brussel sem hefur aldrei komið til Íslands að taka ákvarðan fyrir Ísland, það meika bara engar sens. Já, og hugsa, svo líka þetta hefur líka með það að gera að við getum veitt valdinu aðhald og vita hvað valdamenn að gera, til dæmis við peningan okkar. Þegar við erum að fara með flugvél að farmanna fólki, eins og við höfum því miður gert, á einhverja loftslagsráðstefnu til dæmis í útlöndum, fullt og skrifa upp á ávísanir fyrir ég veit ekki, milljarða, þá vitum við ekki hvað verður þessar peninga, það staðreynd og það líka staðreynd og menn getur séð það inn á Oxfam að það eru tugir milljarða dollar sem hafa týnst, tugir milljarða hafa eflaust týnst og við vitum ekki hvað verður alla þessi vopnakaup fyrir peninga sem hafa komið frá Íslandi, við hugmyndu það. Ég hef aldrei séð það, Íslendingar vitum við það, eru til einhverja skýrslur það. Sprengjurnar þessar 30 sem að Íslendingar keyptu 2025 voru notaðar til að sprengja þetta þorp og þetta og það voru svona margir drepnir. Fáum við eitthvað að vita þetta? Nei. Þannig að pælt í því hvað talandi að lyfjabransin er raun og ógeðslega góðu bransi, þar sem að þú getur fengið og þeir gátu fengið í rauninni opin aðgang að ríkiskassanum í öllum þessum ríkjum og selt þeim ekki bara 1 og 2 heldur ég sennilega 3 og 4 og 5 skammta af öllum þessum lyfjum og berandi enga ábyrgð því að það var skrifað upp á ábyrgðarleysi lyfjaframleiðenda líka geggjaða bransi. Hvaða bransi gæti verið ennþá betri en þessi? Gætu við hugsað okkur, nú ég bara að hugsa, þetta bara alveg bara crazy hugmynd, en ég og þú við komum okkur í einhverja þá stöðu að við getum látið kjósa okkur í einhver svona yfirstjórn, svona helst alþjóðlega og við berum í rauninni enga ábyrgð gagnvart fólkinu þarna úti, við fáum ógeðslega góð laun og borgum ekki skatta, fólki á þessum alþjóðastofnunum borgar ekki skatta og það safnast upp peningar í einhverja sjóði sem að við síðan deilum úr, ekki satt?
og hvort sem það loftslagssjóður eða einhverjir rannsóknarsjóðir eða þú veist hvað það og eftirlitið í rauninni bara í lamasessi og þú getur spurt Íslendingana, vita þeir eitthvað hvað verður peningana sem fari í þetta allt saman og pældi í freistnivandanum sem til staðar og spillingunni sem getur orðið til í kringum þetta. Ég tala nú ekki ef þú getur bætt ofan á þetta fjárstreymi milljörðum sem koma þá til að kaupa vopn, milljörðum sem eru þá settir í sjóði til að undirbúa alls konar lyfjakaup og svo framvegis. Pældi í þetta money heaven sem búið að búa til og þeir fljóta þarna og það sem talað í útlöndum og bara raunverulegt viðfangsefni pólitískrar umræðu. Það þessar svokölluðu kickbacks sem sumir vilja meina og alltaf að spyrja sig að embættismenn og stjórnmálamenn séu að fá af peningunum sem þau koma með í pottin. Þá fáu þau kickback hluta inn á einhvern svissneskan bankareikning sem þau getur notað seinna. Ég veit ekki þetta, en ég bara segja svona tala menn. Ég held að þarna sé þú veist, nú erum við að tala saman hér í hlaðvarpi og það bara eitthvað í því, þú veist, að ég skil hvaðan þú ert að koma. Þú veist, og það svona grunnheimsmynd þar sem við bara erum sammála. Og ég núna eitthvað þegar þú ert að tala þetta og þá vil ég vil alls ekki tala illum fólk. En þú veist, Dagur Eggertsson og Þórdís Kolbrún voru að byrja með hlaðvarp. Já. Og ég held að þau væru ósammála okkur í hverju einasta atriði sem við erum að tala Og ég sé það ekki þannig að þetta sé vont fólk. Ég sé það þannig að þau eru hluti af kerfinu. Já. Og takt eftir þú veist þetta allt í einu sendiherra. Já. Skilurðu. Tala byrjun. Þú veist, ertu aðeins til þess að þú fáir eitthvað rosa fínt gig fyrir þig og þína eða ertu raunverulega að reyna að þjóna fólki? Já. Skilur. Já. Ég myndi segja bara, þú átt ekkert að vera í stjórnmálum nema þú getur hort í augun og sjálfu þeir í speglunum og hort á þinn aðri mátt og sagt ég er alltaf að taka bestu ákvarðanirnar fyrir fólkið. Já, en það er ekkit víst að stjórnmálin séu mönnuð þannig fólki. Nei, þau eru það ekki. Og sennilega eru þau bara alls ekki. Þau eru það ekki. Og það eflaust einn og einn þarna inni sem á þessari línu, en að megin stefnu það ekki. Nei. Og við getum hort á þetta, pælt í einu. Bara, þú veist, það eru mörg hundruð þingmenn á Bandaríkjaþingi, mörg hundruð. Það eru bara 9 þeirra sem að taka ekki við, greiðslum frá Ísrael. 9. Og Liz Truss sem er fyrirverandi forsætisráðherra Bretlands, hún hefur sagt það skuggastjórn í Bretlandi. Ég fekk síntal, segir hún, þegar ég var að reyna að koma í gegn ákveðinu breytingum, það var sagt við mig, þú ert ekki að fara að gera þetta. Hún kallar þetta bara the shadow, the unseen hand. Já, ekki bara það sem kallað á góður íslensku djúpríkið? Jú, ég held það bara. Og þá við hugsaum þetta að því þarna kæmi í þessu samtali sem við erum eiga og við höfum nú svo sem áður talað þetta Vogue-dót, að þá ættum við samkvæmt, ef það hægt að fitta það í það box að þú sért alltaf í liðinu, þá ættum við núna að vera rosalega pró-Ísrael, skilur. En ég alveg sammála, það skuggalegt hvað Ísrael virðist vera með mikið tak inn í Bandaríkjunum. Það skuggalegt. Það skuggalegt, bara eins og ég geti sagt raunverulega, nú viljum við láta bomba Íran og það verður gert. Já, það skuggalegt. Og veistu það, við verðum náttúrulega líka bara að pæla í þessu í stóra samhenginu. Það að segja, hvaðan getur þetta komið? Við getum auðvitað gefið okkur að þetta sé þannig að það sé verið að múta fólki. Við getum gefið okkur það. Ef það eru svona mikli peningar streymandum í skýinu sem eru komin í alls konar sjóði, að þá sé auðvelt að segja, svo færð þú bara svo marga milljónir eða þú kemur þessum lögum í gegn eða þú veist, stýður gerð þessa samnings eða eitthvað svona. Við getum ímyndað okkur þetta. Hitt máli sem við verðum líka að horfa á það að eins og Matli Tissier, fyrirverandi knattspyrnumaður og stórstjarna í enska boltanum. Manstu þér honum? Sem var í Southampton, allan sem feril, heldur betur. Sem tók 52 víti í efstu deild af Bretland og skora á 51. Að hann segist vera fann að halda það að aðalatriði til að komast áfram í stjórnmálum nútímans sé að
viðkomandi sé controllable, það sé hægt að stýra þeim. Ok, og þá getum við spurt, það getur verið vissulega með gulrótin eins og við vorum að tala áðan með peningum, en hin leiðin til að stýra fólki svipan. Og þá spurjum við okkur, hvað var í gangi með Epstein? Hvað í þessum skjölum? Hverjir voru að fara á eiguna til Epstein? Hvað til á myndum? Það sagt að þetta hafi verið raunin stærsta upptökuver bara á plánundinu í jörð, það hafi bara myndaðalar í öllum hotnum. Hvað hafði Epstein á allt þetta fólk? Og lestu listan, skoðaðu hverju voru að fara til hans. Það voru háskólamenn, businessfólk, stjórnmálamenn, kvikmyndaframleiðendur, fjölmiðlafólk, þú veist, þetta voru áhrifavaldarnir, bara eins og þau lögðu sig. Þú veist, hverjir, hvað hefur hann á þetta lið, og þá næsta spurning, hún líka mjög mikilvæg, hverjir voru að stjórna Epstein? Já, það sem kemur svo sterkt til mín, nú hef ég ekki legið yfir þessum Epstein-skjölum, en þegar þú ert að segja þetta, þá kemur svo sterkt til mín, sko, að hvað maður myndir nú bara taka Epstein alveg út af þessari jöfnu og segja þetta er svo ógeðslega góð leið til þess að lama fólk. Já. Að þú jafnvel gerir ekkert af þér. Já. En það er bara eitthvað partí og það er eitthvað myndavél og það er hægt núna að setja því í skjölin, þá á ég þig. Já. Að því þú ert bara hræddur núna er ég að fara að missa allt af því í Epstein-skjölunum, skilur. Já. Þannig að, það er bara búið að taka mynd af þér á réttum eða röngum stað eftir hvernig á það er litið. Já. Og þá á ég þig. Já. Og þannig þá ertu, eins og þú varst að segja á þann, controllable. Já, þannig að sko, við getum, þú veist, ég stundum að hugsa þetta með fólk sem að ég kalla sofandi ennþá. Það ímynda sér einhvern veginn, það með einhverja hugmynd í kollinum sem að ég var með fyrir bara kannski kringum 2000 eða eitthvað. Eða ég veit ekki, ég get ekki tímasett þetta. Það ímynda sér einhvern veginn að sé allt, sko, allir sé að vinna af svo miklum heilindum, það vaki svo gott fyrir öllum, það sé ekki slæmt, allir séu góðir, einhvern veginn spilling sé ekki til staðar, sá sem að fer að ávarpa einhver svona huldustjórn eða einhverja skuggastjórnendur sé samsæriskenningamaður, að við ekkert verið að því hvernig landinu var stjórnað í COVID, það er ekkert athugavert við það hvernig peningum hefur verið streymt úr landi í þetta Úkrænustríð. Það er ekkert að því hvernig verið að framselja völd til Evrópusambandsins, það er ekkert að því hvernig Ísland hefur allt í einu snúist frá því að vera friðelskandi, hlutlaust landi yfir að vera að fara að kaupa vopn og kalla eftir stríðsrekstri og einhvern veginn bara, fólk hefur ekki uppfært sko stýrikerfið. Nei, ég bara segir sko þarna, þú veist, ef að þetta er skoðunin þín í lífinu, þá segi ég bara, get ég endað það sem þú varst að segja núna með því að segja, má bjóða þig Doritos og bara binge-watcha einhverja seríur. Já, þú ert bara steinsofandi. Þú ert steinsofandi. En sko, ef að þessu fólki er hægt að stjórna með 8 skilabóðum, þú veist, það er COVID-veiran og nú er það handaveiran og síðan er það kjarnorkusprengjan frá Rússlandi eða whatever og það er bara, ég anda sko Octaviana sem ég var að lýsa áðan, það er krísa og því verið að láta mig fá öll völd, skilur við, 8 stjórnunni gafkvæmt þeim, að ef að það er raunverulega þannig að það er að stjórna stjórnendunum líka með 8 stjórnun og segja, heyrðu kallinn, ég er með allt þig. Það er allt til þig. Allar ferðir, hvernig þú hefur hitt, hvað þú sagðir að því við erum búin að vera að taka þig upp, þú veist að jafnvel og ég, ef þú ferð í símaðinn og forriti spyrir þig að einhverju samþykkjur þetta og þú bara já, allstað er bara já. Þú veist, ég veit ekkert, hvar ég er statut en þess að síma hérna, hef ég sagt þér frá því, ég kom heim í fyrra með málverk. Ég rúllaði bara, ég var tínut út úr bílnum, ég fór 2 ferðir, ég var með svona 30 málverk. Við vorum að tæma dánabúði hjá pappa og kona mín segir við, heyrðu, hvað að gera við þetta allt saman? Ég meina, við höfum ekkert pláss fyrir öll þessi málverk og eitthvað bla bla bla. 10 mínútur seinna, opnar síman, auglýsing frá Temu, málverkastandur á hjólum. Við vorum bara, algjörlega. Say what? Algjörlega. Þannig að við veitum ekkert. Ég er bara að segja, ef við erum í þessum heimi, að ekki bara almenningur, heldur líka mögulega ráðherrarnir og þingmennirnir sem segja já við svona brjálugu lögum eins og sóttvarnalögum. Allir eru á valdi óttans og og menn eru stærstu hluti almennings er að binge-watcha einhverja fróðu þætti og
gúffa í sig Doritos og aspartami og bjór og veit bara ekkert, skilurðu, að hver er leiðin út? Hver er leiðin? Við komum alltaf aftur að því sama, sko, þú veist, allan fyrir mig, leiðin út er að byrja, ef maður notar þetta orð, sko, vessel eða hylki. Já. Leiðin er að hreinsa hylkið þitt til þess að fá tengingu við aðri mátt og það er líkamðinn. Og þá er það einmitt að, þú veist, byrja að hreyfa þig, byrja að jafnvel að fasta, borða hollara fæði, koma þér út í náttúru, taka frí frá símanum. Þannig að hægt og rólega byrjar hvort sem það er einhvers konar innsæð eða sál að kikka inn, sko. Já, sammála. Þú veist, ég sé þetta bara sjálfur mér að það er svo auðvelt að aftengjast í nútímanum, sko. Og þetta er skuggalegt, sko, þegar þú tala þú veist, að það er alveg, þú veist, ef að ég væri með tilhneigingu í einhvers konar, við erum kallað, kannski stórt orð að kalla kynlífsfíkn eða eitthvað, en segjum svo, ég sé á Instagram og svo alltaf eitthvað kona með stór brjóst og ég er aðeins lengur dvel við myndina, þá bara byrjar þetta að fóðra þessu í mig, skilur við. Þessar algoritmar eru svo öflugir að þeir í raun og veru sjá bara hvar fíknihefðunin þín liggur og vinna með hana að því að eina mótífið er að halda þeir við síman, skilur við. Halda þeir í appinu. Það er tekjumódelið, sko. Þannig að ef við ætlum að taka stjórnin aftur, mannsheilin, bara þú veist við takkjum síðan, mannsheilin er ekki hannaði fyrir þetta apparat, sko. Nei, ég er sammála. Þannig að ég finn fyrir mig, ef ég ætla að ná stjórn á lífi mínu, þá verði ég að vera með símalausan, meðvitaðan símalausan tíma helst oft inn í sama deginum, sko. Já, en maðurinn, ég ætla að segja að maðurinn er, við mennirnir, eru svo stórkostlegar verur, við getum sko tengst sjálfum okkur og veröldinni á svo óskiljanlegan hátt og þú veist það, jafnvel og ég, að þú getur verið að hugsa einhvern bara út í bæ og hann ringir í því bara eftir 10 mínútur, þú eru oft lent í þessu, ekki? Jú. Og þú ert kannski að hugsa einhvern og svo hittur hann, alls konar svona hlutir og ein frábær saga sem ég ætla að segja hérna, að á Kyrrahafseyjunum, einhvers staðar, miðju Kyrrahafinu, þar var þjóðflokkur sem að gat, og það er bara staðfest að það er sagt frá þessi sögulegum heimildum, þeir gótu siglt undir stjörnuhimninum á milli eyja, langa vegalengd og þannig eru rosalegi straumar augljóslega út af miðju hafi og þeir gátu verið sagt, ég ætla að vera komin á þessa eyju við sólaruppbrás á morgun og þeir voru þar. Og þeir sögðu, þeir voru ekki bara, þeir sem voru að fylgjast með, þeir voru ekki bara að horfa á stjörnurnar, þeir voru líka svona skynja vindinn og þeir voru að smakka á sem sagt hafinu. Skynja hvar er ég stattur og staðsýta sig. Svo þegar kortin komu, sjókortin öll og bækurnar, þá hvarf þetta bara á einni kynslóð. Þannig að viðfangsefni okkar sem að nú lifum er að tengjast aftur náttúrinni og sjálfum okkur og Guði. Algjörlega og ég hef talað um mitt svona hugvíkandi efni og ég hef náð á þann stað að ég fekk að bara algjörlega skýrt til mín eina þekkingin innan gæsalappa sem þú þarft að ná í núna er að byrja að muna. Hver þú ert þá? Já, að því ég held að við gerum okkur enga megin grein fyrir því hvað við erum máttug. Við gerum okkur ekki grein fyrir því hvað við getum. Já. Og ég held að þú veist, því meira sem við byrjum að muna hver við raunverulega erum, því meira mun það koma okkur á óvart hver geta okkar er, sko. Til þess að einmitt eins og þú ert að segja, til þess að raunverulega bara nánast komast inn í einhvers konar telepatíu, sko. Já, og þá líka mun fólk ekki sætta sig við ákvæði eins og þessi sem þú varst að lýsa, að það megi taka menn með valdi og sprauta þá, það megi beita þá svona ofríki og taka af þeim sjálfsákvörðunarréttin. Vakandi fólk mun ekki sætta sig við. Nei, bara útilokað. Það er sjálfgefið, sko. Já, þess vegna er það markmið mitt og þitt að þú í þínu starfi og þú ert að vinna frábært starf. Takk fyrir það. Og mitt í öllu því sem ég er að gera að vekja fólk sko með ykkur móti og ég get gert það og þið sem er að hlusta með því að spurja spurninga, með því að sá einhverjum fræjum og hjálpa hvert öðru á þessari vegferð. Algjörlega, og það er gott einmitt, sko, takk fyrir rósið og ég segi það sama, kjóntum til mér núna þessi rósið þér, sko, þegar þú varst í þessum barningjöllum í forsetakosningunum og með, þú veist, stjórnmálunum og allt þetta og það kannski er auðvelt að hugsa, ég er bara með svona lítið fylgja, hver er ég að þessu og byrja efast sjálfa sig. Já. En báðir foreldrar mínir voru alveg að
taka eitthvað frá þér, sko. Þeir sagði, já, það nú eitthvað, hann öðruvís en hinnir, sko. Og þú veist, maður má ekki dropin hóla steinin. Maður má ekki vanmeta. Nei. Að bara maður á að fara eftir samfæringu sinni. Já, ég held það. Og á einhverjum tímapunkti líka, sko, fær fólk nóg og það segir bara, ég hættur að kjósa þessa kerfisflokka. Ég var að byrta á blogginu mínum daginn, hérna, nútíma listaverk. Það er blá flaska og rauð flaska. Pepsi og Coke. Það eru tengda saman á stúdónum. Inni í flöskunum er svona svartagall sem að flæðir á milli bara eftir því sem að mótorinn snýst. Og skilabóðin eru þetta táknar nútíma stjórnmál, þú getur kosið bláa flokkin eða rauða flokkin, en það breytist ekki neitt. Hárrétt. Mér finnst það svo góð punktur, þú veist, að það er svo auðvelt að sjá það í Bandaríkjunum, eða þú ert aðeins vaknaður, að sjá bara, þegar búið að eyðileggja stjórnmálinar með þessum, þú veist, þessi tveir flokkar þeir eru það niðurgrafnir inn í kerfið að aðrir er ekki breyk. Það er löngu komið fram með point of no return, það er bara búið. Það er búið. En það sama hefur gerst hérna. Ég er að segja, við erum á aðeins betri stað á Íslanda því flokkarnir eru þó aðeins fleiri, en eins og þú segir, það er í raun og veru, þú veist, raunverulegt lýðræði er ekki lengur til staðar þegar kerfið er búið að eyðileggja lýðræðið með því að eina leiðin til þess að komast inn er að fara inn í flokkar sem eru þegar fyrir og þá ertu komin inn í maskínu og þú ert ekki lengur frjáls manneskja. Það er alveg rétt og þá kemur þetta sem við vorum að tala um áðan, hjarðstjórnunar elementið. Það er að segja, þú skalt ekki dirfast að hafa aðra skoðun heldur en við ætlum að hafa hér. Samanber, bara af eigin reynslu, þegar ég var inn í sjálfstæðisflokknum að andmæla því að flokkurinn ætlaði sér að styðja þetta frumvarp bókum 35 sem að framselur dómsvald og fleira á landi, þá sá ég alveg hvernig þetta var skipulegt, bara að þegar ég byrjaði að tala á einhverju borði þarna, þá dreif að fullt af fólki, ekki til að taka þátt í umræðum heldur að kjósa móti mér. Já. Ég sá alveg hvernig þetta var gert, þetta er kallað Delphi-aðferðin, þetta er mjög skipulegt og flokkarnir eru ríkis, við skulum bara kalla þetta bara því nafni sem á að kalla þetta. Þetta er ekki stjórnmálaflokkar lengur, þetta eru ríkisstofnanir og ég kalla þetta hérna sameinuðu pólitísku ríkisstjórn, hérna sameinuðu pólitísku ríkisstofnun sem eru þessir flokkar. Já. Og þeir eru allir opbóðslega góðu vinir og núna þegar Þórdís Kolbrún Sástedar og hún hættir þá tárfella aðrir í andstæðingarnir að þeir eru opbóðslega góðu vinir og það segir okkur það að þau geta náttúrulega öll unnið saman þvers á kruss og við höfum séð það líka í hérna á síðustu árum að hugsjónunnar þeim er hent út gluggan bókstaflega á fyrsta degi og hann var að skamma hérna er hann ágæta mann og hann er fínn maður, hann Guðmundur hérna fyrirvændi félagsmálaráðherra. Já. Ég kann nú vel við hann en ég sagði við hann að náttúrulega flokkurinn er alveg búin að sýna það að það er engar hugsjónir því að þeim var öllum hent út úr gluggan til að komast inn í ríkisstjórn og hann gæti ekkert andmælt því, þannig að þú veist, þetta kerfi er brotið. Það er brotið, kannski líka bara hefur verið hannað til að verða svona því að með þessu móti er komið vekk fyrir að einhverju svona óþægilega endurnýjun eigi sér stað. Já. Þeir eiga nýjir flokkar, þeir allir miðflokkurinn eyddi 140 milljónum í síðustu kosningabaráttu og er lítill flokkur á þann mælikvarða og ég var með 0 krónur. Hvernig er þetta að keppa við þetta? Þeir eru svo að keppa í sprettlöpu og þú kemst staðið úr komin á byrjunarlínu, hann er á styrum, allir hinn eru á styrum en þú ekki. Einmitt og það var kannski það sem að manni fannst allavega svona þú veist, þrátt fyrir karakterbrestin í Donald Trump, að þá hugsaði maður svolítið eins og hérna Haraldur Erlendsson Gælanir, sem er einn af mínum uppáhaldsviðmændum og sagði, hann er svolítið svona eins og Loki, hann er svona prakkari, Já. Að allt í einu er komin einhver aðna sem er svona bara býtum átti þetta gerast, átti hann að vera, hann er ódreiknilegur, en svo núna, með þessi stríð með Ísrael, þá bara er hann bara í alvöru orðin alveg eins og allir hinnir, að hann er bara orðin að einhverju hérna bara puppet. Já, ég batt vonið við sumt af því sem hann sagði vegna þess að hann sagði ég ætla til dæmis ekki að fara inn einn frekar í stríð eða ný stríð og hérna, þú veist, vonbrigðin hjá mér voru einmitt þessi að sjá það að hann skildi fara inn í Íran og allt það og hérna, að þú hugsaði maður, er það bara það, raunverulega hann er líka brúða? Já,
Nei, maður allavega fylgist með því núna, þetta er fyrsta skipti sem að manni líður eins og hans er orðin brúða líka. Hver þá bara, þú veist, ég get ekki svarað þessu, en það þarf að hugsa þetta, hver í stjórna þessu? Hver er það? Og þú veist, þá hugsa ég mann þegar stjórnina svo mynduð, að þá hugsaði ég, sko, þú veist, að ég hef nú aldrei verið nála því að vera trumpisti. En af tvennu hefði ég alltaf kosið hann frekar en Kamala Harris, bara einfaldlega því hún er bara kerfið. Í sammála, já. En í stjórninu hans, þá er einn maður, það er Robert Kennedy, sem ég segi, það er eitthvað, þessi maður er tengdur, sko. Já, hann er það. Hann er tengdur. Já. Það er eitthvað, og hann á enn eftir að sína mér annað en að hann sé þarna Af heilindum. Já. Þannig að það er óbúinlega sjaldgæft að það sé alltaf í heilbriðis ráð þegar Bandaríkin er bara, ég vil bara banna repjólju, ég vil bara ráðast á lyfjafyrirtækin. Snúa við fæðupíramídunum, borða hreinan mat. Þetta fyrir mér er bara, er það grín, hann er bara að fara gegn kerfinu. Já. Það finnst mér svo hressandi, sko. Já, það er það. En ég meina, hann á að baki ótrúlega lífsreynslu, hann var alltaf að glíma við fíkniefna. Hann var heroínfíkill. Hann var fíkill, já, og hann á að baki ótrúlega líka lífsreynslu með allt þetta sem varðar hans fjölskyldu og ættarsögu. Þannig að ég segi eins og þú, ég skynja að hann sé í þessa heilendum og ég hvet alla til að lesa sig til hann og trúa ekki því sem að sko fjölmiðlar er að segja að kalla hann rugludöll og allt þetta sko. Hann er ekki, eitt sagði við mig daginn, hann er anti-vax, en ég sagði, veistu hvað börn í Bandaríkjunum eru að fá mörg bóluefni fyrir 18 ára aldur? Hann, sko, Kennedy er margsprautað sjálfur, hann hefur látið bólusetja öll börnin sín, en á einhverju tíðanpunkti segir hann eins og bara allir aðrir, þetta er allt of mikið, það er að segja 72 skammtar af bóluefni fyrir 18 ára aldur er bara of mikið. Ég meina aftur, ef maður er í einhvers konar tengingu við aðri mátt og lífið, og þess að við komið inn heim, og einhvern veginn er eitthvað svona, talandi þetta orð svona orkestreita, það er einhver svona gríðaleg æðri vitund sem bara býr til líf og býr til mannskepnuna. Við getum ekki komið það ófullkomin inn í hennan heim að það þurfa að sprauta okkur 72 sinnum til þess að séum í lægi. Ég meina, come on, bara notum bara heilbrigða skynsemi og segjum, er ekki eitthvað skakt við það? Er ég orðin eitthvað vondur álatur ef ég segi, ég vil tékka á þessu? Þetta hljómar furðulega. Ég er alveg sammála. Og þá fann maður einmitt að hugsa skilur það var gerð könnunin á Íslandi daginn óvinsælustu hópan á Íslandi. Já. Og það er alltaf verið að tala allt þetta bakslag alls staðar. Já. Og kemur í ljós að óvinsælustu hópurinn er fólk sem er á móti bólusetningum. Já. Og þá er það væntanlega, þú veist, sama fólki, þú er svona mitt vinstra megin við línuna og er rosa mikið, þú veist, mitt réttindi fyrir alla. Og kærasta mín, sko kona mín, hún myndi falla mjög vel í þann hóp, hún er svört og litin, hún er kona, hún kemur frá landi þar sem er fátækt. Það væri gaman fyrir hennan hóp að standa fyrir framann hana og rökraðum bólusetningar og þú segir, vitið þið hvað Bill Gates var að gera í Afríku, sko? Já. Þegar ég var krakkið þarna, vitið þið hvað við hugsum hennar mann? Já. Ætlið að segja að ég sé vond manneskja því ég efast bólusetningar? Er það grínast? Já. Veruleikin ykkar er bara allt annar, það er búið að vera að gera tilraunir á börnum þarna í langan tíma og það er bara ekkert í lagi. Skilur þá, og ert þú orðin álættur og vond manneskja því nei, þið bara vitið ekkert hvað er að tala um. Nákvæmlega. Og þess vegna er svo mikilvægt að þeir sem er að horfa á þetta núna horfi út fyrir ramma þessara hefðbundnu fjölmiðla og leiti sér að upplýsingum annars, við erum með stórkostlegt tækifæri til þess sem er náttúrulega þetta blessa internet og og skoði eins og feril Bill Gates, ég meina Íslendingar halda virðast vera ennþá flestir að hann sé bara með einhverja englavengi á bakkinu og sé að nota auðæfi sín til að bæta allt alla tilverum manna en syndalistin hjá honum er mjög langur. Gríðarlega langur. Og margt sem hann hefur sagt og gert er bara þannig að maður þarf að hugsa sér tvisvar og þrisvar sinnum og lesa þetta aftur. Þetta er svo klikkað. Já, maður einmitt verður svona næstu því maður vill trúa að það komi allir í heiminn saklausir, sko. Já. En þegar kemur að einhverju svona eins og honum, þá hugsa maður, sko, eru bara sálir sem að koma með illan tilgang. Ég fer bara þangað, sko. Já. Þetta er bara, ég vil trúa því að þeir sem framkvæmir slæma hegðun séu þannig út af einhverju, þar að segja að þeir hafi orðið verið áföllum eða eitthvað. En svo spyr maður sig, sko,
eru einhverjir sem eru hérna sem eru bara eitthvað eðlufólk, sko. Maður er bara komið þangað, bara að segja, getur þetta, maður er að spyrja spurningar, sko, sem að mann datt ekki í huga að spyrja áður, en ég held að sé hollt að spyrja spurningar. Það er eins og einhver sagði, it's better to have questions that you can't answer than answers that you can't question. Einmitt. Og þá getum við komið, sko, með þetta, þessa setningu að sannleikurinn elskar að láta efast sig. Já. Þannig að ef það má ekki ræða eitthvað, Já. þá er mjög líklegt að það sé ekki satt. Já, því ef eitthvað er raunverulega alveg satt, Já. þá má efast það út í rauðan dauðan og það er bara komið með meira. Já. Því að ég stendi þetta allt af mér að því að ég er sannleikurinn, skilur. Akkurat. Já. Sammála. Geggjað. Búið reyndist þetta að fá því. Já, gaman að koma til þín. Virkilega. Ég held að þetta hafi verið okkar best að hinga til, sko. Ég held það líka. Það er að því að þú ert svo góður. Þú líka. Æði. Takk fyrir mig.